Mun minna var hátíðahöld 17. júní árið 1970 en venja var vegna verkfalla sem þá stóðu yfir. Erfitt reyndist að fá undanþágur til þess að halda hátíðina með pomp og prakt og lengi leit út fyrir að engir dansleikir yrðu hér í miðbænum. Minni hátíðarsvipur var á Reykjavík en venja var á þjóðhátíðardaginn. Engar skreytingar eða fánaborgir voru settar upp, en skip í höfn voru fánum prýdd og skreytingar í gluggum sumra verslana. Að guðþjónustunni lokinni gengu forsetahjónin úr kirkju til Alþingishússins en á eftir þeim komu ráðherrar og sendimenn erlendra ríkja. Laust fyrir hádegi lagði svo forseti Íslands, Dr. Kristján Eldjárn, blómsveig frá íslensku þjóðinni að fótstalli styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli. Gengu tvær stúdínur með blómsveginn frá Alþingishúsinu út á Austurvöll ásamt forseta Íslands og forsætisráðherra Dr. Bjarna Benediktssyni. Yngstu borgararnir fengu að njóta hátíðahaldana í smækkaðri mynd í Hallargarðinum fyrir framan Fríkirkjuveg 11. Þar voru veitingar á boðstólum og lúðrasveit lék. Að sögn L.R. Schram, formanns þjóðhátíðarnefndar, kom ungt fólk að máli við þjóðhátíðarnefnd Reykjavíkur í gær og óskaði eindregið eftir að reynt yrði að halda einhverja dansskemmtanir í kvöld með einfaldara fyrirkomulagi en ætlað hafði verið. Var þá enn leitað eftir undanþágum en það fengust ekki. Kom þá fram svo hugmynd að nota vörubílapalla fyrir hljómsveitirnar í miðbænum í stað þeirra trépalla sem smíða átti. Var þetta úr og síðdegis í dag vann ungt fólk úr Ungtemplarafélaginu Hrönn að því inni í Súðarvogi að útbúa skýli á vörubílapallana fyrir hljómsveitirnar og er því allt útlit fyrir að dansað verði á götum miðbæjarins í kvöld þrátt fyrir allt. Hljómsveitin Ævintýri lék á vörubílspalli í Aðalstræti fyrir yngri kynslóðina og hljómsveit Ásgeirs Sverrissonar á vörubílspalli í Lækjargötu lék fyrir dansi fyrir hina eldri. Þessir vörubílspallar, manstu eitthvað eftir þeim eða hvaðan þeir komu? Nei, man það ekki. Það var nóg vörubílum þá og það bjargaðist allt saman. Og þau sem sagt komu í staðinn fyrir sviðið sem ekki mátti reisa? Já, og var náttúrulega svona alltaf mikill vanbúnaður vegna þess að það var þetta erfitt að tengja tæki og tól. En einhvern veginn hafðist þetta og ég held að fólk hafi bara skemmt sig vel. Ég man ekki betur. Ef ég man rétt, þá var líka veður frekar óhagstætt. Það lék nú ekki við okkur lánið á þessum árum. Ég var nú formaður í 3 ár, 68, 69 og 70 og ég held að það hefði verið bara slagviðri alla þessa daga. Við vorum að gera tilraunir til þess að þessum árum að færa hátíðahöldin einkum og sérlega inn í Laugardal frá því sem áður var og við þekkjum núna í seinni árin að þetta svona hefur verið mest haldið hér upp á hátíðina hérna niðri í miðbæ. Við vorum að reyna að dreifa þessu, það var vegna þess að menn töldu að óregla og ölvun setti svo mikil svip á þessi hátíðahöld og svo voru mikil óþrif á eftir. En það mæltist nú ekkert sérstaklega vel og varð til þess að þessu var breytt aftur. En þetta var tilraun sem var skemmtileg og Laugardalurinn var mikið notaður í það.